Komið sæl og blessu og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Sá sem að verður með okkur í dag hlaupagikkur. Það alveg ótt að segja það. Hefur hlaupið yfir Ísland, þess og kruss og hlaupið á skíðum yfir, ég veit ekki hvað. Einar Eyland heitir hann og hann ætlar að segja okkur sögur úr hlaupaferðunum sínum sem hann hefur farið. Einar Eyland, ertu velkomin? Já, takk. Þú ert ekki á hlaupaskóm? Nei. Ekki á gönguskíðum? Ég var að koma úr vinnunni, þannig að en ég er að fara á skíði á eftir. Ertu að fara á skíði á eftir? Já, já. Og hvar ferðu á skíði? Það upp í Hlíðarfjall, göngubraut hennar, svo kallaðan ljósahring, þannig að við getum notað hluta af þeirri braut. Og þegar maður skráður eins og í Vasa, sem núna 5. mars, þá þarf maður að æfa og best að æfa á skíðum. Og aðstæðan upp í fjalli mjög góð, það eru mjög góðar girðingar. En nægur snjór? Já, á ákveðnu svæðum, sko. En svo kallað ljósahringur 3,9 kílómetrar. Við spórum sjálfur núna á okkar snjósleða. Og förum bara fram og tilbaka 1 kílómetr og búum til síðan aðra lykkju sem er rétt tæpur kílómetr. 1 kílómetr fyrir þig fram og tilbaka, það nú ekki langur spotti. Nei. Þú skráður svæðisstjóri. Já. Eimskips eða Eimskipa? Eimskips. Eimskips. Og hvað gerir svæðisstjóri? Svæðisstjóri í þessu tilfelli ber ábyrgð fyrir Norðurlandi. Ég þá ábyrgur fyrir svæðinu frá Hvammstanga til og með Vopnafirði og því fylgir þá allur innflutningur og útflutningur, landflutningur, vöruhúsastarfsemi, dreifing hér innan Eyjafjarðar. Hvað er margt fólk sem vinnur hjá þér? Ríflega 60. Já. Þarftu þá ekki að fara á þessa staði, heimsækja fólk og svona? Jú, og gerir það reyndar alltaf sjaldan, sko, en þetta náttúrulega stórt og mikið svæði. Já. Og gríðarlega fjölbreytt starf. Einar, af hverju eru ekki flutningar meira með skipum í staðinn fyrir trukkana? Já, sko, bara örstuðsvar? Örstuð, við erum hér með strandflutninga. Við erum með 32 viðkomur á ári. Og magnið leyfir því miður ekki meira. Nei. En landslagið að breytast, það eru mikla framkvæmdir á Bakka og en það bara mjög gott að geta þó allavega komið hálfsmánaðarlega. Eyland? Já. Það ekki margir sem heita Eyland? Nei. Þú ert einn að fáum? Nei, já, það nú eina ætt og við erum lítið fjölskylda. Þetta svo litið merkileg saga á bak við nafnið. Þá pabba fæðist þá sem Gísli Jónsson á Svefneyjum í Breiðafirði 1886. Hann þrælaði sér í gegnum stýrimannaskólann, klárar hann 1908. Gat ekki tekið stýrimannaskólann samfellt, hann þurfti að gera hlé og fór meðal annars til Noregs á sjó bara til þess að afla tekna. Að námi loknu, það var lítið að gera á Íslandi og hann fer til Englands og þar svo kallaður flaggskipstjóri. Það var eigendur fiskiskipa sem hefðu ekki réttindi, þeir réðu til sín svo kallaða flaggskipstjóra. Já, þó að væri útlendingur líka þá. Já, en með réttindi en það fer þannig að þessi viðkomandi fiskibátur tekin innan landhelgi og afi það ábyrgur. En það var félaginn sem laumar aðanum að það sé skip sem sé að fara til Noregs og hann kemur sér frá landi. Nú, hann streyst í burtu bara? Já.
Og síðan þá einhverju síðar að þá kemur Thor Jensen að máli við hann, eigandi Kveldúls, og biður afi að sækja bát til Englands. Og afi segist ekki geta gert það sem að bíðast dómur. En menn redduðu sér á þessum tíma og hann tók upp ættarnafn og það er Eyland. Já, þannig kemur þetta til. Já, já. Já, og hann hefur þá farið að ná í skipið. Já, já. Og svo náttúrulega á hann afkomendur og pabbi þinn og... Já, þannig að pabbi átti þá 4 bræður. Já. Og hann fæðist í Reykjavík, flyst síðan hingað og stofnar hér heimili og vann hér á póstunum í mörg ár, byrjaði 16 ára, já, og vann til 70. Já. Þú er að koma nöfnina foreldra þín. Já, svo mamma ættu frá Siglufirði, Dórótea Eyland eða kölluð hérna Lulli, og afi vann þar í apótekinu á Vogasjött og þeir stofnuðu Sana. Sem að fluttist síðan hingað til Akureyrar. Og pabbiðinn? Pabbi... Heitir? Já, fyrir ekki. Við verðum að hafa hann með. Við verðum að hafa hann með. Annars þarf ekki að segja það, en við takk fyrir hann. Já, gamli heiti Gísli Eyland og foreldrar mínir byggðu í Víðimýrinni. Fluttu þar inn, held ég 1953 og búa þar enn. Og búa þar enn? Já, og gamli verður nýraði núna 21. desember. Nei, það? Hugsið ykkur. Þannig að það var mikil gæfa að alast þarna upp í Víðimýri og svona nálægt Káa hérna hverfinu. Já. Þú náttúrulega hefur verið í íþróttum eins og allir strákar þessum tíma? Já. Bara eins og allir að þá náttúrulega fór maður í gegnum fótboltan á sumrin og handboltan á veturna og svo náttúrulega skíði. Já. Hefur alltaf verið svona duglegur að stunda íþróttir? Ég gerði náttúrulega hlé þannilega, meðan að ég var að stofna fjölskyldu og komið við fyrir, en ég hef alltaf haft mikla hreyfiþörf. Já. Gríðarlega mikla. Já, það? Já. Náttúrulega í gegnum venjulega skóla bara á Akureyri, það ekki? Já, en ég náttúrulega fer í gegnum, ég er að þessari frægu 61 kynslóð, mjög stór árgangur. Já. Það er náttúrulega barnaskóli Íslands og gagginn, það var gríðarlega skemmtilegi tímar. Síðan var ég ekki alveg viss hvað ég ætlaði mér að gera, en það atvekast þannig að ég fer í iðnskólann á svo kallað iðnbraut. En áður en það hvað langaði til þess að verða? Ég var alltaf svona að spá í að fara í tæknifræði. Já. Og en allavega byrja á iðnskólanum og tek svo kallað verknámsbraut, iðnbraut. Og er þar í verknámi og fer síðan í slippinn, læri vélvirkjun. Já. Og var svona að spá í eftir slippinn hvort ég ætti að fara í vélskólan eða gera eitthvað annað. Eða fara í tæknifræði og ég verð pabbi mjög ungur að 21 árs. En þetta síðan bara óvænt þegar mér boðið starf hjá Iðnaðardeild Sambandsins og ég kostaði í nám. Hvað ertu gamall þá? Já, ég er 21 árs. Já. Kostaður í nám? Já, og þá í ullarrekstrarfræði og þannig ég fer, eða við förum þá til Englands og það var mjög skemmtilegu tími. Hvað varstu lengi þar? Tæp 2 ár. Já. Og tókstu þá eitthvað sem heitir ullarrekstrarfræði? Já, það var náttúrulega ekki þetta, það var engin tími á þessum tíma að senda manni 4 ár, þannig að ég tók hérna tæplega 2 ár og ákveðin fög. Þetta var mjög góðu tími en mjög krefjandi, mjög lengi í skólanum en lærði gríðarlega mikið á þessu. Já. Og svo hvað? Beint heim í vinnu aftur? Síðan beint heim í vinnu aftur og þetta var mjög skemmtilegu tími hjá Iðnaðardeild Sambandsins. Á þessum tíma vorum við aðalega að vinna fyrir Sovétríkin, fyrirverandi og það voru milliríkja viðskipti og við vorum aðalega náttúrulega að framleiða peysur. Já. Og jakka, allir sennilega 80% af okkar framleiðslu var fyrir Sovétríkin. Já, og þetta var sent í skipsfarmavís. Já, þetta var allt í 40 metra gámum. Já. Peysur og treflar. Já, það er við vorum aðallega í peysunum en næst síðast í samningurinn sem var að þá fengum við 2 milljónir treflar sem var miklu meira en við höfum framleitt áður. 2?
Já, þetta var stærðargráðan. Á þessum tíma, ég ætla ekki að segja hvað mig, en ég man eftir því það var einhver fræðslumynd eða, Sovétríkin og þá sá maður myndir af Rússum eða Sovétmönnum í þessum peysum með þessa trefla. Já. Þetta var hátísku vara. Algjörlega. Þeir völdu alltaf ljótustu munstrin, það var allt í lagi. Við framleiddum peysur á þetta, eins og þetta segja, frá sambandinu. Þeir fengu málningu og lakk og eitthvað. Já, þetta var... Og fisk og síld og annað. Já, fisk og síld og hluti af þessu var greitt í dollurum og svo þurfti að náttúrulega taka aðra vöru frá þeim. Við fengum Moskvits. Já, og dekk og... Olíu. Olíur, mikið af olíu. Já. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Já, ég trúi því. En hvað ertu lengi þarna? 8 ár. Og hvað tekur svo við? Síðan fer ég að vinna hjá K. Jónsson. Er það þá bara eftir að iðnaðar veldi féll? Nei, þá þetta breytist mjög mikið. Það innan til sambandsins eða ullariðnaður og Álafoss sameinast. Og ég kynntist fyrir algjöra tilviljun Kristjáni Jónssoni í Moskvu af öllum stöðum. Og þá var það þannig að ég þurfti að fara til Leningrad. Það kom upp smá gæðavandamál. Og síðan þegar því verkefni var lokið þá þurfti að fara og skrifa undir í Moskvu og ég hitt hann rétt fyrir jólin 88 og byrjaði síðan að starfa hjá hann 1990. Já, þannig að ég fer úr ullinni yfir í fiskinn. Eða gaffarbita og rækju. Já. Og þú byrjar mjög snemma að vinna og þú strax orðin svona stjórnandi. Hefur alltaf unnið sem stjórnandi? Ég varð framkvæmdastjóri hjá iðnaðardeildinni 24 ára og hef meira og minna verið stjórnandi síðan. Já. Þetta hefur verið skrautlegt og skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Gríðarleg reynsla. Og varst á fleiri stöðum? Já, síðan verður þá K. Jónsson að Strítu og þannig ég var hjá Samherja og dótturfyrirtækjum í 16 ár. Já, 16 ár. Já. Og var þá sölustjóri þar yfir ákveðnar afurðir og með ákveðna markaði. Ég var til dæmis með uppsjávarfiskinn. Já. Þannig að þú veist allt um fisk og rækju? Já, allavega mikið. En þú ert í allt öðru núna? Já. Það er Eimskip? Já. Og flutningar? Já. En þú ert svona nálægt sjónum samt? Já. Einar, það er náttúrulega eitt sem við getum ekki sleppt að ræða í sambandi við talviðingan. Til dæmis vasagangan. Þú þeir sem farið í þessa vasagöngu á gönguskíðum. Já, ég farið í hana 6 sinnum og stefnaði fara þá núna í 7. skipti í mars. Já. Það var eiginlega tilvíðan að ég fór á gönguskíðin. Það var þannig að ég var búinn að fara nokkur maraþon hlaup, eitthvað 6 hlaup og ofurmaraþon 2. Og á 50 afmælisárinu langaði mér að taka vasa. Og ég í raun og veru bara ofmat mig og taldi mig vera í mjög góðu formi. Og eins og ég sagði áðan að ég náttúrulega eins og aðrir Akureyringar ólst upp á skíðum en aldrei á gönguskíðum. Já, þú hefur verið slikkskíðum. Já, og hér á Akureyri mjög góðu kjarni af gönguskíðum mönnum og sem fara árlega í vasa og ég kom mér að máli við þá og þeir tóku mér fagnandi og ég fer þarna sem sagt 2011, var í góðu hlaupaformi en ekki góðu skíðaformi. Það er allt annað? Já, þetta reynir mjög mikið á efri búkinn líka og ég hafði það ekki og þetta eru miklar ýtingar. En allavega ég fer með þessum mönnum til Svíþjóðar og á þessum árum þá var ég búinn að vera að safna maraþon, búinn að fara víða erlendis og þarna var ég með mönnum sem voru að fara í vasagönguna. Jói Kára var að fara þarna í 14. skipti, Maggi Eiríks á Siglufirði í 16. skipti, Kristján Rafn á Ísafirði var að held ég að fara í 18. skipti. Ég horfði á þessa menn og bara, hvaða fávitar þetta? Fara í sömu gönguna ár eftir ár eftir ár. Já.
Og ég fer í þessa göngu og það voru mjög góðar aðstæður á þessum tíma. Og en ég náttúrulega kunni þetta ekki. Það var 18 stiga frost í startinu og ég var ekki rétt búinn og svo framvegis. En ég kem mér í mark á ríflega 9 tímum, sem var allt í lagi svona sem byrjandi. Hvað er þetta langt? Þetta er 90 kilometrar. Og ég þegar ég kem í mark þá hugsa þetta helvíti ger ég aldrei aftur. En þegar ég var búinn að fara í bað og fá mér að borða, þá tók ég það ákvörðun að mæta að ári og bæta tímann. Og síðan hef ég bara heillaðast af skíðagöngu. Þetta er gríðarlega góð íþrótt, fer mjög vel með mann og maður nær mjög góðu líkamlegu formi, alhliða formi. Og þú allar aftur? Já. En þetta er ekki það eina sko, vasagangan og skíðagangan heldur. Maður hefur séð því gegnum árin hlaupandi hér þvers á krusum allan bæ og hér upp í útivistarborgum hérna við Kjarnaskóg og fleira. Já. Og gríðalegur hlaupari. Já, ég hef reyndað minnka hlaupin undanfarin ár, þannig ég einbeitti mér að skíðagöngunni en það er mjög gott að hlaup hefur sumarið til þess að undirbúa sig fyrir veturinn. Og ég er svona auðtæfaður hlaupari. Ég er ekki mikið á malbikinu og mér finnst mjög gaman að vera í náttúrunni. Segðu mér þá, mín kæri, segðu mér frá hlaupinu sem þú varst að fara í þegar ég talaði við þig og baði að koma og spjalla við mig. Já, það er hlaup sem heitir Fire and Ice. Fire and Ice, já. Og það er haldið af erlendum aðila. Hér á landi? Já, og hér upp á Hálendi og þetta er svona legend, Dave Annandale heitir hann og hann heillaðist af Íslandi fyrir mörgum árum síðan. En hann hefur verið að halda hlaup víðsvegar heiminn sem að tekur 6 daga og eru 250 kilometrar. 6 daga? Já. Og þannig hann byrjar 2012 og ég ætlaði nú ekki að taka þátt í svona vitleysu en ég fer í svokallaða liðakeppni og ég tek 1 legg og ég heillaðist af þessu og fer svo árið seinna eða sem sagt 2013. Og þá í allt hlaupið eða? Já, og þá er þetta þannig að þarna er það byrjað við Kverkfjöll og reglurnar eru þannig að það tjaldar fyrir þig og þú fær vatn. Er það eina? Já. Sér þú restina? Já. Og þetta er náttúrulega gríðarlega gaman að fara þetta svæði, það er að segja, fyrsta hlaupið var frá Kverkfjöllum og yfir í Hvannalindir, þar gistu við, síðan Hvannalindir Drekagil, Drekagil Herðubreiðalindir, mjög gaman að fara vestan við Herðubreið, síðan hlaupið niður að Hrossaborg og svo framvegis og og ég hef síðan tekið þátt í þessu öll árin og Gísli sonur minn hefur tekið þátt í þessu 3 svar. Nei, er það? Og Hlaupið þið saman þá? Já, og þá erum við saman í tjaldi. Já, við hlaupum ekki saman en við erum í sama tjaldi ásamt 6 öðrum. Já, þetta er... Já, ég get alltaf sagt nokkuð þetta. En sko, þetta er ég hef heitlast að ég fæ aldrei nóg að þvælast hálendi Íslands og þetta það er ekki nóg að vera í góðu formi. Þetta er mjög erfitt, andlega, hausinn þarf að vera í lagi, þannig að það er kalt, maður út að gista í tjaldi í september, það er allar að vera von. Þú þurft að skipuleggja þig, það er ekki gott að vera með meira en 9 kíló á bakinu. Já, en þú hleypur með bakpoka? Já. Hvernig er að hlaupa með bakpoka? Það venst. Það venst, en eins og núna þá hef ég aldrei verið með minni, eða léttari, ég var með þá réttæflega 8 kíló sem ég byrjaði með, réttæflega 9 kíló fyrirgefðu. Já. Maturinn er 4,4 kíló og síðan náttúrulega kláraru daglegina kannski 42 kílómetra, einhverjum 5-6 tímum og þá náttúrulega tekur bara við hvíld og það er mjög erfitt. Er það mjög erfitt? Já, vegna þess að þetta er náttúrulega engin þægindi
og þú ert í tjaldi, þú ert ekki með neina Litlu tjaldi? Nei, þetta reyndar tiltölulega stórt og það eru sem sagt, við erum 8 í tjaldinu. Nú. Og þetta náttúrulega fólk sem þú þekkir ekki neitt. Þetta gríðarlega gaman og bara eins og í ára, við fórum 69 á stað og það eru 48 sem að klára. Og hvað gerst við hina? Þeir bara hætta og en þetta og það myndast mjög skemmtileg vinskapur og maður orðið mjög marga vini og við náttúrulega erum að spjölla mikið saman á Facebook. En þegar þú ert í þessu, þú segir að andlega hliðin þurfi að vera mjög sterk. Já. Og þú njótir þess að vera á hálendinu. Já. Ertu alltaf að horfa í kringum þig og speklar ég er stattur hérna og þú þekkir kannski á kortinu hvað þú er stattur og hvað er þetta hugsaðir út að hlaupa svona? Já, þetta er maraþon á dag. Já, en það er þetta er þannig að leiðin er merkt, þannig að það eru flögg á 100 til 200 metra fresti. Já. Þetta er mjög sérstakt. En er brautin þannig lögð að það sé tiltölulega hægt að hlaupa? Þetta er ekkert svona yfirleitt úfið hraunið og það er það líka? Já. Og það er til dæmis þegar maður fer vestan við Herðubreið, þetta eru gríðarlega toppfærir. Já. Og maður er að hlaupa á klettum og hrauni og sandi, sandöldum, þúfum, það er allur pakkinn og það er bara mjög gaman. Ertu alltaf á sömu skónum? Já. Endast skór í þetta? Þeir endast í þetta, þessar 250 kilometra en eftir það, bara... En hvert er markmiðið? Að vera fyrstur eða bestan tíma eða? Nei, markmiðið er í raun og veru að sigra sjálfan sig. Það er markmiðið? Já. Er þetta bakpokinn sem þú ert með í þessu? Já, þetta er sem sagt 32 litra poki og er tiltölulega stór en bara 450 grömm. Þarf hann ekki að vera alveg bundinn á því alveg fastur? Jú, algjörlega fastur. Svona hoppa ekki á bakkinn á þér? Hér er þá jakkinn sem ég sef í, hann tekur ekki meira pláss en þetta. Já. Þannig að maður bara opnar hann svona. Síðan er, þetta er svefnpokinn, 100 grömm. 100 grömm dúnpokki væntanlega? Já, og hann þolir í raun og veru 10 stiga frost. Já. Þetta er eins og bara góður sláttukeppur? Já. 100 grömm. Hér er síðan þetta er náttúrulega bara þannig að maður getur ekki verið með mikið mat með sér. Nei. Og maður reynir að vera með eins létta mat og hægt og þetta er, það sem léttast er náttúrulega frostþurrkaður matur. En frostþurrkaður matur og þú segir að þið fáið vatn. Er þá einhver menn á leiðinni sem fáið bara á endastöðu? Þetta er bara á endastöðu, svo eru reynda drykkjastöðar á leiðinni. Það er þá maður með vatn en þetta er svona típist. Hér er til dæmis morgunmaturinn. Þetta er morgunmaturinn? Þetta er sem sagt hafragrautur. Já, porridge. Frostþurrkaður. Já, með jarðarberjum? Já, bara algjör lúxus. Hann er ekki góður, en síðan aftur á móti, kvöldmaturinn er bara fín, þetta er bara spagetti bolognese. Já. Þetta eru þá 800 hitaeiningar. Þetta er svona eins og maður hefur séð með geimfara að vera með. Þetta er svona allt saman frostþurrkað og... Já. Hér er þá sem sagt búðingur, þetta er svona þetta er svona desert fyrir svefnin, 500 hitaeiningar. En þetta er það sem þið borðið þá bara í eitt skipti á hverjum degi, eða hvað? Já. Og þetta er einn dagur og svo er ég þá með sem sagt orkustykki, kolvetnisstykki, þá fyrir hlaupið og svona gel. Sem er drekkið? Nei, þetta er sem sagt gel hérna. Já, en þetta hérna, hvað er þetta? Þetta er í raun og veru orkudrykkur, þetta er í raun og veru, þarna eru steinefni og sem sagt bara orka. Opnar þetta á hlaupum eða stoppar þau? Já, þetta hérna stoppa ég á drykkjarstöð og set í annan brúsan. Þannig að maður er með 2 lítils brúsa og annar brúsin er þá fyrir svona lagað. Og það er ekki gott að blanda þessu saman, það var alltaf sama bragð, þannig að og í þessu magnísíum, þannig að maður fá ekki krampa. Já. En er alveg full ástæð til að gera þetta? Eins og ég segi, þetta er mjög gaman að fara yfir landið á þennan hátt. Já. Og þarna er maður að fara... En þú ert ekki með myndavél? Nei, ég ekki neitt, það er ekki síma eða neitt. Einu gleymdi ég. Fjölskylda þín, kona þín, hver er kona þín?
Kona mín heitir Margrét Ólafsdóttir, hún úr Vesturbænum. Við áttum 25 ára brúðkaupsafmæli í ár. Til hamingju með það. Við kynntumst 1990 og giftum okkur árið seinna. Hún kemur hingað náttúrulega sem KR-ingur og miklu meiri KR-maður og Akureyringur en ég í dag. Og það var mjög gaman þegar hún kom hérna fyrsta sumarið að bauð henni á fótboltaleik. Það var KR í efstu deild og við varum að spila á móti KR. Atli Eðvalds kominn úr atvinnumennsku. Á 3-0 í hálfleik fyrir KR. En ég sagði við Margrét ekki bara að koma. Hún harðneitaði því. Við unnum leikinn 4-3. Það var ljúft. Það var gaman að spjalla við þig. Við getum eitt alveg öðrum svona tíma í þetta. En gangi vel í öllu sem þú tekur fyrir hendur. Takk fyrir. Takk.